Komið sæl og verið hjartanlega velkomin með okkur í spurningakeppni framhaldsskólana Gettu betur. Í kvöld eru undanúrslit, þetta eru fyrri undanúrslitin og hér mætast tveir frábæri skólar, annars vegar MR og hins vegar FG. Og við erum með pakkfullan sal í kvöld, má ég aðeins heyri ykkur? Já, og þetta er einmitt svipuð stemning og var hér fyrir ári síðan því að þessir skólar mættust einmitt í úrslitum Gettu betur í fyrra. Við ætlum aðeins að rifja upp það sem gerðist í fyrra. En við erum komið með úrslit í þessa keppni. Það er Menntaskóli Reykjavík. Já, þetta var í fyrra og það er spennandi að sjá hvað gerist í kvöld. Jóhann, Alfreð og Laufey, þið munið eftir þessu, þetta var nú gaman. Jú. Já. Við vorum vissulega við stödd. Já, þið voru hér, þið sitið hér allt árið og bíðið alltaf spennt eftir að, er það ekki? Jú, og bara, nú er komið að því að fyrsta liði til að tryggja sér farseðil í Hljómahöllina í Reykjanesbæ. Road to Reykjanesbæ. Já, þannig að það verður bara áhugavert að sjá hvað lið tryggir sér þann farseðil og svo auðvitað aftur eftir viku og já, svo kannski koma á framfæri einni leiðréttingu í formólanum að spurningur um Andra Snæ Magnason í síðustu viku þá var ránkæmt að hann Guðjón Friðriksson hefði bara tvísvar hlotið bókmenntaverðlaunin. Hann hefur hlotið þrísvar, þannig að höldum því til haga. En já, annars líst mér bara mjög vel á keppni kvöldsins. Var ég að fá massíft déjà vu eða komstu með sömu leiðréttingu í seinustu viku? Nei. Þú fikk svo déjà vu. Ég fekk svona massíft déjà vu, ég heyrti, já. En já, þetta er náttúrulega kom ekki heldur að sög, hafði engin áhrif á spurninguna en eitt slíkt, en mjög gott að halda þess til haga. Þið eru annars bara klár og Já. Laufey er komið svona smá war feeling. Já, þú sömuleiðis. Það var sól í dag. Svona páskaegg og það er bara stemning í því. Já. Það er smá haust ennþá hjá mér en hérna sjáum til. Sjáum til hvernig það fer. En við ætlum að fara að vinda okkur í keppni kvöldsins. Og ég ætla að byrja á því að ræða við ykkur MR-ingar. Hvað segið þið gott? Bara frábært, sko. Þeir eru búin að brasa ýmislegt, ger ég ráð fyrir, nú síðustu daga, búin að æfa mikið. Já. En hvað hefur á ykkar daga drifið undanfarna daga? Við vorum í sund áðan, hittum Halldór Benjamin í Kaldabotnum. Já, einmitt. Gaf okkur góð ráð. Já, flott. Svo, fórum við að borða fyrir sundið reyndar. Jú, og svo fórum við aftur að fá okkur að borða eftir sundið í Hagkaup og horfum að Seinfeldi þetta. Já. Og svo bara komum við hingað. En þetta er svolítið svona fastir liðir, þið gerir svona svipaða hluti. Er það alltaf sama laugin og... Já. Já. Og eru þið farin að vera svona, þið getur bara mætt í afgreiðslu og sagt bara við erum í liðinu og lappið inn? Já, næstu því. Já, mér finnst að þetta ætti nú að vera þannig. Fáið frítt. Já, ég er sammála, sko. Já, algjörlega. En hvað á að borða? Ég fekk mér kjúklingasamloku. Já, ég fekk mér kjúklingaborgara áðan og banana. Þessi stóru mál bara? Já, ég fæ mér nú bara það sem manneskina undan mig fær, sko. Sem í þínu tilfelli var það núna? Eitthvað kjúklingavefji eða eitthvað, sko. Já, eitthvað bara. Það er bara sem hann fær og fær bara eitthvað. Já. Svona óvissu ferð. Skemmtilegt ferðalag. Já. En Katla, þú varst nú í liðinu fyrra. Jú. Hvernig er að vera sigurvegari Gettu betur? Það er bara mjög gaman. Er það stemning? Já. Er það svona góður ísbrjótur? Mætir þú svona í ammæli og annað og segir, veistu hvað? Ég tala svona sem minnst það, en jú, það er alveg gaman. Já, geggjað. Þið megið kynna ykkur? Já, ég heiti Steindór Snær Hálfdánason. Ég heiti Katla Ólafsdóttir. Ég heiti Davíð Birgisson.
Og þá er það FG. Ég veit að það eru hefðir hjá ykkur. Já. Ég ætla að giska á þegar það farið í IKEA. Já, það passar. Yes, þarna, það er alltaf. Og var það kjötbollurnar? Já. Já, þær hafa komið sér vel hingað til. Já. En hvað gerðu þau svona meira skemmtilegt í dag? Við fórum í sund, í Allanneslaug. Já. Svo fórum við á Bitakott, besta sjoppa landsins, á okkar mati. Já. Svo fórum við í Pílu. Já. Mjög gaman. Hvar funduð þið píluspjöld? Fórum á Skor. Já, einmitt, niðri bæ. Já, einmitt, já. Og svo fórum við og horfum á mynd. Ok, hvaða mynd er það núna? Það var Mamma Gógó. Mamma Gógó, einmitt. Er ekki einhver sem lék í henni? Örugglega margir. Er ekki Jóhann Alfreð, áttu ekki? Já, jú, ég er svona með bræðu fyrir það. Er þetta leiksigur hjá honum? Já. Já, gríðalegur. Akkurat. Og svo hvað, komum við svo hingað? Svo fórum við IKEA. Já, IKEA. Já, IKEA auðvitað, já. Hittu einhvern í IKEA? Nei. Nei? Nei. Það er engin skemmtilegur IKEA? Nei. Jæja. En þið eru búin að æfa vel. Já. Og eru klárir í slaginn. Já. Þið með að kenna ykkur? Já, ég heiti Aron Unnarsson. Aron. Ég heiti Jónas Bjarki Björnsson. Og ég heiti Brynja Sævarsdóttir. Já, þar hafið það. Þetta er liðin MR og FG. Nú, spurningaliðirnir, þeir eru bara eins og venjulega. Við byrjum á hraðaspurningunum í 90 sekundur og rétt að áminna keppendur og að vera skýrir svo það sé hægt að gefa rétt fyrir svörin sem komið hraðanum. Svo er það staðrendavillu spurningin sem að gefið 2 stig, komið rétt við báðum staðrendinni og svo því sem á að leiðrétta. Svo er það 12 bjöllspurningar og þar er hægt að fá 2 stig fyrir hvert rétt svar. Og svo er það vísbendingaspurningarna 2 í 3 liðum. Hægt að fá 3 stig fyrir rétt svar í fyrstu vísbendingu, svo 2 og svo 1 og svo 3 þrautin í lokin sem hægt er að fá 3 stig fyrir. Og svo fáum við að heyra skemmtiatriði frá skólanum, en við ætlum að fara að vinda okkur í þetta og það er hraðaspurningarnar. En þessi sem eru framöndan, Laufey? Jú, og það munar ekki miklu, en FG eru örlítið lengra frá efstaleiti, þannig að þið fáið að velja loðnu eða landvætti. Við tökum loðnuna. Loðnuna, ok. Snerust þau ógeðslega lítið. Loðna. Þannig að þið fáið að velja. Vil þið vera eða víkja? Já, við ætlum að vera. Við ætlum að fá að vera. Þá er það MR sem ætlar að koma sér fyrir hér fyrir aftan hjá okkur og meðan ætlum aðeins að fá að kynnast lífinu í FG. Jú, það er rétt. Við erum komin hérna í Fjölbrautaskólann í Garðabæ. Með mér er Andri. Komast alveg blessið. Við ætlum að skoða aðeins skólann, kynnast nemendafélaginu og fara á svona helstu staði. Kíkjum á þetta. Let's go! Sæli nú! Má ég kveikja? Hvað er það að bralla? Bara fullu fókus á keppnina á haustdaginn, sko. Og hvað eru menn að bralla hér? Skoða einhverja þjóðarleiðtoga. Heitir hann Nero, til dæmis. Og hvað gerir sá mikli meistari? Ég veit ekki hvort það er hægt að kalla hann meistara, sko. Drap mömmu sína og svona. Já, allt í lagi. Jæja, Andri, hvar erum við núna? Kallar þetta hotnið bara? Þetta er hotnið. Planar það mikið? Já, mikið að plana. Mikið að viðburðum og alls konar sem við plönum hérna. Eru eitthvað sérstakir svona stóri viðburðir á næstunni? Það er náttúrulega árshátíðin sem er bara næstunni á 23. mars. Herri, ég var að hugsa, það er fólk þarna. Þau eru að mála og eitthvað stórt. Ef að kíkja á þau það? Já, bara auðvitað. Góðan daginn. Má ég tilla mér hér eða? Já, ég er ekki frá því. Hvað er þetta? Kókosparta. Hvað er þið að bralla? Ég er að búið til spreng. Nei, alveg. Ekki alveg sprengju. Nei. Er þetta fyrir hérna Reykjavík eða? Já. Getur náttúrulega ekki talað með kókosklatt upp í mér, sko. Eru þið öll að búa til sprenguna? Já, við erum saman í þessu. Herru, takk fyrir spjallið. Ég ætla að fara eitthvað annað. Andri, hvar erum við núna? Við erum sem sagt inn í Urðabrunni, salnum í FG. Og það er búið að bætast í hópinn. Við erum komin með varaformanninn, María, það ekki? Já, María Ósk. Við erum komin á leiklistaæfingu. Er það ekki rétt skilið á mér? Jú, þetta er upphitun. Við erum einhvern veginn komin inn á leiklistaæfingu á FG. Ert þú að leika í leikritinu? Ég vil það sem skýrt, ég er heit eftir þitt. Ok, herru signaði. Ó! Hvað heitir leikritið ykkar? Heather. Og segð mér eitt, hvenær er frumsýning? 16. mars.
Það er frumsýning 16. mars. Hörru, býttu, hvað er í gangi hérna? Hörru, hæ? Já. Hörru, við erum komin í matsalinn. Hvað var í matinn í dag? Ég bara hakka spagetti eða eitthvað. Ég er með klaka. Hvað er málið? Við börðust fyrir klakavél í góð nokkurn tíma og fengum hann á lokum. Þetta var löng barátta. Við vorum, hópur hérna að öskra. Það er grjóthart, sko. Þetta eru með betri klöfum sem ég hef smakað og ég legg til að aðri skólar taka þetta til fyrirmyndar. Þetta er svona ákveðin svona gæðavottun, sko. Að Garðbæingurinn er ekkert að djóka. Andri, við erum komnir í íþróttasalinn. Við erum einhvern veginn að fara að keppa. Það er bara vító, eldgamla, 5 og 5. Ertu til í þetta? Heldur betur. Herru, ég ætla bara að dempa mér í markið. Þú mátt byrja og bara með svo betri vinna. Herru, þetta var eiginlega smá vandræðilegt bara. Ég tapaði 5-1. Þú ánægði með þetta? Það var bara skemmtilegt. Það var bara mjög skemmtilegt. FG, við bara segjum áfram FG, eða ekki? Áfram FG. Takk fyrir daginn. Já, svona var lífið í FG. En eru þið keppendur FG tilbúin að svara hraðaspurningum? Já. Þá byrjum við núna. Hjá hvaða fyrirtæki starfaði Haraldur Þorleifsson þangað til í vikunni? Uno. Rangt. Hvar á Íslandi er landnámssetrið? Bíldudal. Rangt. Hvað eru margar teskeiðar í einni matskeið? 4. Rangt. Hver er höfuðborg Norður-Makedóníu? Skopje. Rétt. Hvað var það eina sem var eftir í öskju Pandóru? Pass. Hvaða nafni er hljóðfæri knéfiðla oftar kallað? Lágfylla. Rangt. Hvað er konungurinn Filipus VII þjóðhöfðingi? Spáni. Rétt. Í hvaða ólympísku íþrótt nota keppendur bitlaus eggvopn? Pass. Hvaða dýr er stundum nefnt lágfóta, drattali eða skóp? Refur. Rétt. Hvaða rótgróna hátíð stendur yfir á ýmsum veitingastöðum helgina? Pass. Hver er höfundur ljóðaljóðana í Gamla testamentinu? Pass. Mattíus. Rangt. Hvað heitir lagið sem Langiseli og skuggarnir flytja í úrslit? Ok. Rétt. Hvaða hlaðvarpi stjórnaðir Fjölnir Gíslason og Vilhelm Netto? Pass. Hvað hélt á brott frá Íslandi í september 2006 eftir 55 ára veru? Ameríski herinn. Rétt. Með hvaða ítalska félagi leikur knattspyrnumaðurinn Albert Guðmundsson? Genova. Rétt. Hver er nýr sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð? Pass. Botni málsóttin ágirnd vex með... Eiríkarim. Rétt. Við hvaða grísku eyju er risinn kenndur sem er eitt af 7 undrum? Ródos. Rétt. Hvaða kvikmynd frá 2004 byggði á bókinni Queen Bees and Wannabes eftir Rosalind Wiseman? Pass. Hvað eru mörg ráðuneyti á Íslandi? 5. Rangt. Hver var fyrsti maðurinn til að fljúga frá New York til París í einum rykk? Pass. Í hvaða dal er Vaglaskógur? Fórskata. Rétt. Hver leikur hlutverkið sem Mads Mikkelsen lék í Drúk í leikritinu Mátulegir? Pass. Undir hvaða nafni er rostungurinn sem spókaði sig á Breiðdalsvík? Rétt. Hvaða franski listmálar er þekktur fyrir impressioníska málverkið Hádegisverður á grasinu? Pass. Á hversu mörgum áhöldum er keppt í kvennaflokki í áhaldafimleikum? 4. Rétt. Þetta var FG. Og meðan MR kemur í salinn, ætlum við að fá að kynnast lífinu í MR. Jú, það er rétt. Við erum komin hingað í Menntaskólann í Reykjavík, hátíðarsalinn. Ég heiti Andrea og ég er inspektor skóla í Skólafélags Menntaskólans í Reykjavík. Við ætlum að taka smá göngutúr hérna. Það er ekki bara. Ég held það. Ég kannast við þarna. Þetta er hver? Þetta er Jón forseti. Hér sagði hann frægu línu, við erum mótmælum allir. Það er svoleiðis. Rektor 95 til 2001. Hún var náttúrulega einhvern veginn hætt þegar þú fæðist. Já. Herðu, Andrea, þú ert að segja mér það að Gettu Betur-liðið sé bara hana. Þau eru bara þarna inni, sko. Þetta er svo lítil heimur að við ætlum bara að kíkja í heimsókn með því. Góðan daginn, herru, má ég trufla þessar? Svona sakningar maður. Hvað er það að skoða núna? Bara ýmislegt. Hérna lindamál. Já. Það eru lindamál, en ég má ekkert vera að segja upp á því er ekki bara stemming fyrir keppninni eða? Jú. Andrea, hvað getur þú sagt mér þessa bjöllu? Ég get sagt þér það að hún er geðveikt gömul. Svo get ég sagt þér það að það er sér drengur sem er í embætti sem heitir Inspektor Platearum og hann fær leyfi til þess að fara 5 mínútum fyrr úr öllum tímum og mæta 5 mínútum seint í alla tíma til þess að hringja bjöllunni. Þú verður smá draumur hjá mér að... Já! Og heyra allir bara þetta, eða þú veist? Já. Þetta er bara skólabjallan. Já. Það er miklu styttra að hoppa bara hérna niður, eða ekki? Jú. Herðu, við ætlum að kíkja hvert núna? Við ætlum að kíkja í Casanova. Og hvað er þar?
Það er svona nýjasta byggingin okkar. Þar erum við með kusukjallarann, sko, verklegu stofurnar. Já, kaffivél og alls konar. Já. Herru, kíkjum í The Casanova. Komið með okkur. Andra, hvar erum við nú? Við erum stödd hérna í kusukjallara. Það er glimmer í lofti, það er blöðrur, það er svið. Mér líður þetta sé staðurinn til að vera á. Þetta er staðurinn til að vera á. Hér eru oft, sko, svona litlar Gettu betur-keppnir sem heitir Ratatoskur. Hvað segirðu? Svona litlar. Eða bara orðið. Ratatoskur. Ratatoskur. Ef við kannski að fara á einhverja hæð. Svo við erum einhvern veginn að labba bara út. Hvað er að gerast svona næst? Bara í nefndfélaginu. Herranótt er að setja upp með allt á hreinu í Gamla bíó. Það er svoleiðis. Ef við ekki að finna eitthvað svona plakkat eða eitthvað djöflin á þetta. Hérna er þetta. Býtu, hvað er þú? Já, það er svoleiðis. Bara við mætum. Já. Ég mæti. Erum við ekki bara að tylla okkur hérna og ræða stóru málin? Jú, það held ég. Hvað er þetta? Þetta er hún Aþena. Það vantar á hana hönd. Já, vantar á hana 2. Málið er að mér langar svolítið að keppa við þig. Ég ætlaði að keppa við þig í kaðlaklifri, en við komumst ekki inn í íþróttasalinn, sko. Þannig ég kom með eldgamla bottúlflippið. Bara leiða þér byrja. Er ekki bara fyrstur sem nær? Hann vinnur. Jú. Þú byrjar. Bara skellur. Oh my god. Ég ætla bara að prófa. Kasta lengra. Já, það virkar örugglega. Nei! Andrea, ég vann. Bara ánægilegt, glæsilegt. Ertu hérna spennt fyrir keppninni? Ég bara get eiginlega ekki beðið. Míkrafónninn á heima hér. Við endum þetta á þessum nótum. Já, svona er lífið í MR. MR-ingar, eru þið tilbúin að svara hraðaspurningum? Já. Þá byrjum við núna. Hjá hvaða fyrirtæki starfaði Haraldur Þorleifsson þar til í vikunni? Twitter. Rétt. Hvar á Íslandi er landnámssetrið? Pass. Hvað eru margar teskeiðar í einni matskeið? 3. Rétt. Hver er höfuðborg Norður Makedóníu? Rally. Ránt. Hvað var það eina sem varð eftir í öskju Pandóru? Aldrin. Ránt. Hvaða nafn er hljóðfærið knéfiðla oftar kallað? Saló. Saló. Rétt. Hvar er konungurinn Filipus VII þjóðhöfðingi? Spáni. Rétt. Í hvaða ólympísku íþrótt nota keppendur bitlaus eggvopn? Skylmingum. Rétt. Hvaða dýr er stundum nefnt lágfóta, dratthali eða skolli? Refur. Rétt. Hvaða rótgróna hátíð stendur yfir á ýmsum veitingastöðum helgina? Fútbol. Rétt. Hver er höfundur ljóðaljóðana í Gamla testamentinu? Pétur. Ránt. Hvað heitir lagið sem Langiseli og skuggarnir flytja yfir göldum? Rétt. Hvaða hlaðvarpi stjórnaðir Fjölnir Gíslason og Vilhelm Netto? Pass. Hvað hélt brott frá Íslandi í september 2006 eftir 55 ára veru? Hirinn. Rétt. Með hvaða ítalska félagi leikur knattspyrnumaðurinn Albert Guðmundsson? Genoa. Rétt. Hver er nýr sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð? Eiríkur Sigurðsson. Rétt. Botni málsháttin ágirnd vex með... Eiríkur. Rétt. Við hvaða grísku eyju er risinn kenndur sem er eitt af 7... Fótos. Rétt. Hvaða kvikmynd frá 2004 er byggð á bókinni Queen Bees and Wannabes eftir... Mikaels. Rétt. Hvað eru mörg ráðuneyti á Íslandi? 12. Rétt. Hver var fyrsti maðurinn til að fljúga frá New York til París í einum rykk? Liðberg. Rétt. Í hvaða dal er Vaglaskógur? Fljótsdal. Rétt. Hver leikur hlutverki sem Mads Mikkelsen lék í Drukk í leikritinu Mátulegir? Halldór Gylfason. Ránt. Undir hvaða nafni er rostungurinn sem spókaði sig á Breiðdals... Rétt. Hvaða franski listmálari þekktu fyrir impressioníska málverkið Hádegisverður á grasinu? Svar núna. Renoir. Ránt. Þetta var MR. Já, og nú er komið tími til að fara yfir. Mikið rétt. Haraldur Þorleifsson starfaði áður hjá fyrirtækinu Twitter. Landnámssetrið er í Borgarnesi. Það eru 3 teskeiðar í einni matskeið, nema reyndar í Ástralíu, en við erum ekki þar. Skopje er höfuðborg Norður Makedóníu. Það var vonin sem var eftir í öskju Pandóru. Knéfiðla er oftar nefnd selló. Filipus VII er þjóðhöfðingi á Spáni. Það er í skylmingum sem er notast við bitlaus eggvopn, lágfóta, dratthali og skolli eru önnur nöfn yfir ref. Food and Fun er hátíðin sem stendur yfir á ýmsum veitingastöðum. Salomon konungur var höfundur ljóðaljóðana. Langiseli og skuggarnir flytja lagið OK. Fjölnir Gíslason og Vilhelm Netto stjórna hlaðaverpinu Já OK. Það var bandaríski herinn sem hélt brott frá Íslandi í september 2006. Albert Guðmundsson leikur með Genoa. Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir er nýr sveitarstjóri Dalvíkurbyggð.
Ágirnd vex með eyri hverjum, segir málshátturinn. Það Ródos sem gríska eyjan sem eitt af 700 veraldar kennt við. Mean Girls byggð á bókinni Queen Bees and Wannabes. Það eru 12 ráðuneyti á Íslandi. Charles Lindbergh var fyrsti maðurinn til að fljúga beint frá New York til París. Vaglaskógur í Fnjóskadal. Hilmir Snær Guðnason leikur sama hlutverk og Mads Mikkelsen í leikritinu Mátulegir. Rostungurinn heiti Þór og það var Eduardo Manet sem málaði hádegisverður í grasinu og það keppt á 4 mismunandi áhaldum í kvennaflokki áhaldafimleikum. Já, það held ég nú. Hvernig fór? Herði, við treystum okkur til þess að segja það að staðan sé sú að MR leiðir með 17 stigum gegn 11 en það eitt svar í skoðun. Þannig að við fáum að heyra því mjög fljótlega hvernig það lendir. Þið besta mál, við höldum áfram á meðan og þá var komið að staðreyndavillu spurningunni. Það eru 2 stig í boði fyrir liðin. Þau fá 1 stig fyrir að benda á villuna og annað fyrir að leiðrétta hana rétt. Liðin ætla að skrifa svörin niður á blað og við förum svo yfir svörin í auglýsingahlíðinu en fyrst ætlum við að fá að sjá mynd. Hér sjáum við myndir af 6 síðustu utanríkisráðherrum Íslands en á myndin 1 villa, hver á ekki heima á listanum og hver á að vera þar í staðinn. Liðin koma þessu á blað hjá sér og við ætlum að fara í stuttar auglýsingar og koma hér eftir andartak. Í dag hefst framtíðin. Öll viljum við vaxa í átt að vellíðan, en mætum alls konar hindrunum. Þess vegna þurfum við ferðafélaga sem styður og hjálpar. Hvort sem við glímum við erfiðleika eða viljum einfaldlega meiri lífsgæði. Eitt líf. Óteljandi byrjanir. Livia. Frábær helgartilboð í Rúmfattalagarnum. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. 20–40% afsláttur af öllum gardínum, ábreiðum og púðum. Rúmfattalagarinn. Góð tilboð. Sven boðar byltingu. Vefverslun Svens. Bara örfáir smellir og þú átt von á sendingu. Svens.is. Alltaf sanngjarn, alltaf bra. Lalli var tímabundið óvinnufær eftir vinnuslys og leitaði til Fortis. Þekkir þú þinn bótarétt? Láttu Fortis að annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið. Eitt mesta úrval landsins af barnabílstólum, kerrum og barnavögnum. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Nú tax-free veisla í Dorma. Nú tækifæri til að gera frábær kaup. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Let's go! Iceland, are you ready? Besta íþrótt í heimi. This race is going to be the best race of all times. Formúla 1 snúin aftur. Streymdu öllum keppnum á Viaplay. Elko 25 ára. Í tilefni þess eru afmælistilboð í gangi alla vikuna í verslunum Elko og elko.is. Elko. Allar gallabuxur og buxur með 40% afslætti. Findu þínar uppáhalds í Dressmann. Eru launin þín tryggð fyrir áföllum? Líf- og sjúkdómatrygging á vörður.is. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Sæl aftur, hér fyrir auglýsingahlé voru liðin að svara staðreyndavillu spurningunni og við erum búin að fá svörin frá keppendum og viljið þið fara yfir þetta? Jóhann og Laufey. Já, heyriði, þetta voru 6 síðustu utanríkisráðherrarnir. Þarna átti Eygló Harðardóttir ekki heima. Bæði liðin bentu á það réttilega. Emmeringar leiðréttu hins vegar rétt og settu Lilju Alfreðsdóttur inn. Þannig að það eru 2 stig á MR og 1 stig á FG.
Já. Akkurat. Og hvernig er búið að fara yfir einhver atriði og ágreiða þau? Já, staðan er bara óbreytt. Það er ennþá samt eitt svar í skoðun og það gæti þá verið að lið MR missi 1 stig. Við náttúrulega vorum að áminna liðinum að vera skýrmælt og það svar er bara hreinlega ekki alveg 110% nægilega skýrt. Þannig að mér finnst það gæti farið svo að MR missi það stig. Ekki málið. Við fáum úr því skorið á eftir þegar það allt saman skýrist. En við förum í bjölluspurningarnar, förum í þá fyrstu og við spyrjum hugtak. Hugtakið hefur verið nokkuð vel þekkt í langan tíma, sér í lagi á meginlandi Evrópu, en hugtakinu er ætlað að ná utan nokkuð sem reglulega fyrirfinnst í mannlegu eðli. Því hefur verið haldið fram að börn geti farið að upplifa tilfinninguna sem hugtakinu er ætlað að lýsa 2 ára aldur. Og þó tilfinningin hafi yfir sér neikvæðan blæ, getur hún verið til merkis að börn séu að þróa með sér eðlilega réttlætiskennd. Á íslensku er til orð yfir hugtakið. Þórbergur Þórðarsson skráði á 5. áratug síðustu aldar ævisögu Árna Þórarinssonar prófasts í 6 bindum. Í sögunni lifir Þórbergur sig inn í ævi og störf Árna og hefur sagan verið talin ein merkasta ævisagnaritun á Íslandi. Hugtakið á íslensku virðist vera komið frá Árna en í 3. bindi verksins sem kom út árið 1947 lýsir hann ákveðnu atferli bónda í prestakalli sínu og hefur hugtakið á íslensku verið nefnt eftir bóndanum nær allar götur síðan. Aðra mynd er að finna í þýðingu Halldórs og það er MR. Við ætlum að segja þetta sé þórðargleði. Það er þá bara því að þú gleðst yfir óförum annarra, eða er það? Já, ekki bara að segja það. Jú, ok, við segjum það allavega. Gleðst yfir óförum annarra. Þórðargleði. Þórðargleði er rétt svar. Þórðargleði eða schadenfreude. Já, schadenfreude, skaðagleði. Skaðagleði. Það er nefnt á þýsku, schadenskaði og fraudegleði. Og þannig í raun og veru, já, það orð hefur auðvitað dreifst bara víða. Til dæmis englendingar nota það orð, schadenfreude. Já, ok. En þórðargleði, eftir Þórði bónda, það er á íslensku. Og þetta kom og við fyrir í aðra bjölluspurningu. 11. september 2001 lokuðu Bandaríkin lofthelginni yfir landinu af augljósum ástæðum sem olli því að fjölda flugvéla var snúið við eða þær þurftu að lenda á allt öðrum stöðum en á áfangastöðum sínum. Til dæmis í smábænum Gander þar sem 38 flugvélar með næstum 7.000 farþegum lentu í kjölfar árásanna á tvíburaturnana. Söngleikurinn Come From Away sem fengið hefur bæði Tony og Olivier-verðlaun segir frá þessum atburðum og hvernig bæjarbúar í Gander tóku á móti þessum óvæntu gestum sem tvöfölduðu íbúafjölda bæjarins. Það hefur verið flugvöllur við bæinn Gander frá 1935 og hann var valinn því hann er á hentugum stað á flugleiðinu á milli London og New York. Og þar var áður algengt að flugvélar millilendu til að fylla á eldsneyti. Bærinn Gander er á eyju og það er nafn þessarar eyju sem spurt er Ítalski landkönnurinn John Cabot, eða Giovanni Capoto eins og hann hét á móðurmálinu, gaf eyjunni nafn þegar hann var í leiðangri fjármögnuðum af Hinriki VII Bretakonungi árið 1497. Höfuðstaður og stærsti bær eyjunar heitir St. John's. Eyjan varð opinberlega hluti af Kanada árið 1949 en eyjaskeggjar líta enn svo á að þeir séu frá eyjunni fyrst og fremst og Kanadabúar svo. Sumir halda að eyjan sé Vínland sem Leifur Heppni fann árið 1000 en óvíst er að svo sé. Eyjan liggur austur af Kanada og tilheyrir sama fylki og Labrador, hvað heit og það er FG. Segðu bara eitthvað. Ég vil bara segja að borgin heiti Labrador líka. Þetta er eyja. Það er eyja, sko. Já, bara Labrador eyja þá. Já. Labrador eyja. Það er búið að segja það. Ekki rétt svar. Hvað heitir eyjan? Og það er MR. Já, þetta er eyjan bara Nýfundaland. Það er rétt svar. Grófst þetta eitthvað stað vel innra með þér hana?
fylkið heitir náttúrulega fylkið Nýfundaland og Labrador. Ég bara myndi það ekki alveg. Nei. En þetta var rétt. Spurt Nýfundaland. Reyndar svolítið langt síðan það fannst núna. Já. Mjög fyndin eyja og þau tala öll með írskum hreim af því þau eru með svona mikið identity sem sko eyjaskeggjar. Já, einmitt. Tala ennþá með írskum hreim. Já, það er ákveðin stemning hana. Já, mikil. Við förum í þriðju bjölluspurningu og við spyrjum ár. Það hófst á föstudegi og aðalþing Sameinuðu þjóðanna lýsti því yfir að árið yrði alþjóðlegt ár frumbyggja í heiminum. Þessi föstudagur 1. janúar markaði líka endalok Tékkóslóvakíu sem varð 2 sjálfstæð ríki, Tékkland og það er MR. Já, bara 1993. Það er rétt svar. Þarna var gríðarlega löng spurning ekki lesin, en við áttum eftir að fara hann í Óskarsverðlaunin þessi ár. Það var Clint Eastwood valinn bestur og vinsælasta myndin var Jurassic Park og Björk gátt debut. Fjölskyldu húsdýragarðurinn opnaði. Já. Pete Davidson. Pete Davidson, Ariana Grande fæddust og þetta Whitney Houston sko söng I will always love you eftir minni þetta ár. Svo var enda sko, það var eiginlega geggjað dæmi hérna. Það beið fjöldi fólks eftir því að geimverur myndi lenda á Snæfellsjökli. Ef við kannski fá að sjá, vorum við ekki með það eða? Nei, þær hafi ekki sést hérna á hellum geimverurnar, en þá að minnstakosti og það fer að verða von lítið. Hugsanlega hefur punkterað hjá þeim við Mars. Myndavélarnar fylgdust með himninum með vökulum linsum sínum, en ekkert sást, ekkert geimfar, ekkert ljós. Og vonsviknir geimveruvinnir hlýjuðu sér við elda nýaldarhyggjunnar. Ef það kom ekki núna, þá koma þær bara seinna. Það er nefnilega það. Já, ég get sagt þér það 8 ára gamall Alfreð svaf lítið nóttina fyrir þetta. Já. Að það var mikil spenna hvort að þær myndu mæta eða ekki, sko. Komið því miður ekki. Jæja. En þá komaði bara seinna. Þá komaði bara seinna. Við bíðum ennþá spennt eftir þeim. Við förum í 4. bjölluspurningu. Rúanda er lítið land í Afríku rétt sunnan við miðbaug, aðeins 26.000 ferkílómetrar að stærð. Þar búa þó 12 milljónir, þar af yfir 1 milljón í höfuðborginni Kigali sem gerir landið að einu þéttbýlasta í heimi. Þar hefur samfélagið sótt nokkuð fram á undanförnum árum, ferðaþjónusta hefur vaxið hratt og réttindi kvenna, talið með því betra sem gerist í Afríku sunnan Sahara. Þar hafa sár þó ekki endanlega gróið eftir afar blóðuga borgarastyrjöld á árunum 1990 til 1994. Í styrjöldinni tókust á 2 stærstu þjóðarbrot og það er MR. Ok, við ætlum bara að segja að þetta sé borgarastyrjöldin í Rúanda sem er líka tengd Burundi. Þetta eru Tutsar og Hútúar. Það eru þjóðarbrotin Kagame er forseti. Tutsarnir voru í minni hluta, er það ekki? 1994. Já, allavega það var framið þjóðmorð á Tutsum af Hútúum. Í Rúanda eru flestar konur á þingi, meiri hlutin er konur. Forsetinn er Paul Kagame. Þurfum við ekki að halda áfram, hér var spurt Hútú og Tutsa. Það er hárið eftir. Já, það var ekkert margt annað sem hér kom fram sem að... Nei, þetta kom eiginlega fram líka bara í svarinu, meira og minna. Hútúar og Tutsar. Þjóðarbrotin, 2. Við förum í 5. bjölluspurningu og hér er spurt iðngrein. Bandaríski tónlistarmaðurinn Jack White úr hljómsveitinni The White Stripes lærði þessa iðn þegar hann var unglingur í Detroit, áður en hann varð frægur fyrir tónlistina. White og lærimeistari hans Brian Muldoon stofnuðu meira að segja hljómsveit árið 2000 sem þeir nefndu eftir iðngreininni. Hljómsveitin var reyndar ekki langlíf og gaf bara út eina smáskífu sem hét Makers of the High Grade Sweets. Þeir tóku vist upp aðra sem aldrei kom út en Jack White hefur viðurkennt að hafa falið þessa smáskífu inn í hlutum sem hann vann með þegar hann var lærlingur í iðngreininni og hafa að minnstakosti 2 eintök fundist. Þrátt fyrir velgengni í tónlistinni þá stundar White iðnina ennþá og segist hafa dálæti á henni því hún sé bæði skapandi og hagnýt.
Upphaf iðngreinarinnar má rekja til miðalda. Þetta löggild iðngrein og hefur verið það frá því 1928 þegar meistarafélag var stofnað. Iðngreinin kennd í Tækniskólanum og til að hefja nám við iðnina þarf nemandi fyrst að ljúka grunnnámi í bygginga- og mannvirkjagreinum. Iðnaðarmenn sem stunda greinina starfa aðalega á sérhæfðum verkstæðum en stundum á vettvangi verkefna. Á meðal þess sem þeir leggja stund á iðnina meðhöndla eru veggir og skilrúm, bifreiðar, flugvélar, innréttingar og húsgögn og eru það sérstaklega húsgögnin sem fólk tengir greinina við. Nánar tiltekið greinin þekkt fyrir að endurnýja gömul húsgögn með því að setja ný textílefni á þau, þá sérstaklega sófa og það MR. Það er þetta bólstrun. Bólstrari. Já, bólstra. Þetta bólstrunin. Bólstrunin og það nú erfitt að finna góða bólstrara í dag. Það kannski bara að heyra í Jack White. Já. Það er erfitt að komast í samband við hann. Ég þyrfti kannski að láta bólstra eitt og annað. Já. Kannski maður láti reyna á það. Hann greinilega duglegur drengurinn. Hann fær, ég sjá það. Þetta gríðarlegt verk þarna. Þetta getur hann og við förum í 7. bjölluspurningu. Á dögunum lá sú niðurstaða héraðssaksóknara fyrir að 2 listakonur skildu ákærðar fyrir brot á hegningalögum og höfundarétti vegna máls sem vakti mikla athygli á síðasta ári. Konurnar eru ákærðar fyrir að hafa numið á brott verk Ásmundar Sveinssonar listamanns og innlimað það inn í sitt eigið. Verkið nefnist Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku og sýnir Guðríði Þorbjarnardóttur en Ásmundur vann verkið fyrir heimssýninguna í New York árið 1939 í tilefni af afmæli landafundana. Listakonurnar 2, þær Steinunn Gunnlaugsdóttir og Bryndís Björnsdóttir, greindu síðar frá því í grein að þær teldu verkið kjarna úrelta hugmyndafræði og kynþáttahyggju og að ríkjandi söguskoðunum landnám Evrópubúa í Ameríku skeytti í engu hinna blóðu drifnu sögu stofnunar Ameríku. Styttunum var komið fyrir í þessu verki hér sem nefnist farangursheimild. Eftir nokkrar lagaþrætur voru verkin 2 aðskilin á nýjan leik og styttunum komið aftur fyrir á sínum stalli. En við viljum vita á hvað stað stendur stytta Ásmundar þar sem henni hefur nú verið skilað og hvað nefndist sonur Guðríðar sem talin hafa fæðst í Ameríku. Og það FG. Það má segja Borg á Mýrum og Snorri Þorfinnsson. Það ekki rétt svar. Þá það MR. Þetta Snorri Þorfinnsson, Arnarstapa. Já, Snæfellsnesi, Arnarstapa og Snæfellsnesi. Það ekki heldur rétt. Bæliðin voru sannlega með Snorra Þorfinnsson. En þetta á Laugabrekku á Snæfellsnesi. Sem þetta var, Alsmann, já. Snorri. Mjög athyglisvert mál. Já, gríðarlega. Fyrir lögfræðingin í þér. Já. Lakkaði þér. En við ætlum að taka smá hlé og kynna fyrra skemmtiatriði kvöldsins. Það frá Menntaskólanum í Reykjavík og það Embla Tjörvadóttir sem ætlar að flytja okkur lagið I'd Rather Go Blind. Gjörðu svo vel. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, cry girl. When I saw walking out, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Oh. So you see, I love you so much, but I don't want to watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free, no. I was just
baby, 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 I'd rather be blind and to see you walk away from me. And baby, 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 I'd rather be blind and to see you walk away from me, child. Já, það komið að 7. bjölluspurningu. Óperur eru gamalt og fallegt listform. Erfitt að vita nákvæmlega hvenær fyrsta óperan var flutt, en eins og allra elsta byggði á grískri goðsögn. Þetta var alls ekki í síðasta sinn sem umrædd goðsögn var flutt í formi óperu, en hátt í 100 tónskáld hafa spreytt sig á að semja tónlist fyrir hetjur þessarar goðsagnar. Það eru ekki bara gömlu góðu óperurnar sem nota þessa goðsögn sem umfjöllunarefni. Söngleikurinn Hadestown sem var tilnefndur og það MR. Við ætlum bara að segja að þessi goðsögn sé Orpheus og Eurydice. Óperan sé eftir Monteverdi. Já, Orpheus og Eurydice, Eurydice dó og hann söng, eða þú veist, hann spilaði svo vel á lýru að hann reyndi að endurheimta hana frá Hadesarheimi, en svo misheppnaðist það, eitthvað fleiri. Þetta er komið, rétt. Var það Hadestown? Nei, við vorum komið með þetta fyrr. Nei, máttu reyna bara. Þetta kom. Við förum í 8. bjölluspurningu og hér er spurt stað á Íslandi. Staðurinn komst í fréttir haustið 1973 þegar 2 bræður úr Hafnarfirði sem voru að leita að spúnum ráku augun í ferðartösku full af tækjum. Síðar kom í ljós að fleiri tæki lá á víð og dreif í kringum töskuna. Á tækjunum reyndust vera rússneskar áletranir. Einhverja þeirra virtist hafa verið reynt að afmá. Strax voru uppi getgátur að þarna var á ferðinni sovjersk njósnatæki. En þarna var meðal annars nýlokið leiðtogafundi Nixon og Pompidou í Reykjavík sem framfór vorið. Það var nánast fullvissa að sovjetmenn hefðu stundar njósnir hér á landi. Tækin, móttakarar, rafhlöður, loftnet og fleira voru afhent yfirvöldum og eftir nokkuð ítarlega rannsókn reyndist að fullyrða að væri að ræða einhvers konar búnað sem notað hefði mátt til njósna. Hann hefði hins vegar sennilega verið úr sér genginn og því væntanlega verið komið fyrir á staðnum. Mörgum árum seinna var þessi atburður innblástur á söguþræði einnar af glæpasögum Arnaldar Indriðasonar sem kom út árið 2004. Titill bókarinnar ber einmitt nafnsta og það er FG. Kleifarvatn. Það er rétt svar. Já. Þetta var Kleifarvatnið. Eru þið búin að lesa allan Arnaldar-katalógin? Nei, bara nokkrar. Já. Kleifarvatnið. Já, við áttum bara eftir að fara í þetta svona helsta vatnið. Já, stærð og dýpt og fleira og þessir atburðir, þessi njósnatæki sem fundust, þau voru líka svona innblástur af söguþræðinum í bókinni. Já, akkurat. Þetta kom. Nú, við höldum áfram og förum í 9. bjölluspurningu. Þessi maður hér, John Joseph Flanagan frá Bandaríkjunum, varð ólympíumeistari í íþrótt einni fyrstu 3 skiptin sem keppt var í henni á ólympíuleikum. Flanagan var upphaflega frá Limerick á Írlandi sem er viðeigandi þar sem talið að hægt sé að rekja upphaf íþróttarinnar til Tailteann-leikana í Tara á Írlandi. Á þessum leikum sem talið að hafi farið fram í kringum árið 2000 fyrir Krist kepptu keltneskir stríðsmenn. Þrátt fyrir að íþróttin hafi verið hluti af ólympíuleikunum frá árinu 1900 var það ekki fyrir 100 árum síðar, árið 2000, sem konur fengu fyrst að keppa í henni á leikunum. Kamila Skolimowska frá Pólandi varð fyrsti ólympíumeistari kvenna í íþróttinni. Pólverjar hafa einmitt verið ríkjandi í íþróttinni í kvennaflokki en Ungverjar eiga flest ólympíugull karlamegin.
Aðeins einu sinni hefur Íslendingur keppt í þessari íþrótta-ólympíuleikum. Það gerði Bergur Ingi Pétursson í Beijing árið 2008. Íþrótt þessi hefur þróast í aldanna rás en á skosku hálandaleikunum enn keppt í upphaflegu útgáfu íþróttarinnar og það MR. Íþrótti sé sleggjukast. Íslenski sleggjukastar til dæmis Hilmar Örn Jónsson, Elisabeth Rúnarsdóttir held ég, heimsmeistari kvenna í sleggjukasti Włodarczyk sem akkurat frá Pólandi. Heimsmeistari karla Sedik sem keppti á sínum tíma fyrir Sovétríkin held ég, Rússi. Sleggjukastar eitt af kastgreinu, það Þetta bara rétt hjá þér. Við vorum að spyrja íþróttina, sleggjukast og hér hefðu dugað að nefna að minnstakosti annan Íslandsmethafann og þú komst með að báða. Það er Hilmar Örn Jónsson og Elisabeth Rúnarsdóttir sem eiga Íslandsmetin í sleggjukasti. Og þarna kom líka Anita Włodarczyk og fleiri, Júri Sedik. Þannig að þetta bara steinlá, 2 stig og við förum í 10. bjöllurspurningu og hér spyrjum við uppfinningu. Faðir hennar er maðurinn sem við sjáum hér, Bandaríkjamaðurinn Douglas Engelbart. Hann fékk hugmyndina að henni eftir og það FG. Tölvumús. Eitthvað meira það? Það verið að spyrja uppfinningu. Þetta tölvumús. Þetta tölvumúsi. Vel að okkur tölvumísnar. Já. Douglas Engelbart. Sko, já, Jóhann. Þetta var hann Douglas. Þetta var svo hraðaspurning. Spyrum við. Já, það hefur kannski verið hugmynd að hafa þetta sem hraðaspurningu. Nei, við vorum með hellinga skemmtilegu sem við erum þetta með myndir af fyrstu tölvumúsina því að hún var svona gerð á hjólum og í svona trékassi nokkurs konar. Svo kom kúlan og nú er þetta meira svona laser og ljósatækni þannig að við áttum eftir að fara yfir alla þróunarsögu tölvumúsarinnar en fengum nú ekki tækifæri til það. Þú sagðist alltaf að setja BT-músina í spurningar. Ég klæddi mig eins og BT-músin af því að... Já. Þau veit ekki eins og hvað BT er. Nei. Þau eru aðeins yngri en við. En þið heima muni eftir BT-músinni. Við förum í 11. bjöllurspurningu. Selena Gomez er fjölhæf kona. Hún er söngkona, leikkona, framleiðandi og stofnandi snyrtivörufyrirtækisins Rare Beauty. Hún hefur gefið út 3 plötur með hljómsveit sinni The Scene og 3 sóloplötur, leikið í bæði sjónvarpsþáttum og kvikmyndum og snyrtivörumerkið hennar sem er vegan og ekki prófað á dýrum, selst eins og heitar lumur. Fyrir allt þetta hefur hún hlotið fjölda verðlauna. Auk þessara afreka varð hún nýlega sú kona sem er með mesta fylgjendur á Instagram. Líf Selenu hefur nú ekki alltaf verið dans á rósum en árið 2015 greindist hún með sjálfsofnæmissjúkdóminn rauða úlfa. Hún hefur verið mikið í umræðinu undanfarnar vikur vegna þess að núverandi eiginkona fyrrverandi kærasta og það MR. Já, Hailey Bieber sem er eiginkona Justin Bieber sem er fyrrverandi kærasti Selínu. Kylie Jenner er vinkona Hailey Bieber og hún var einmitt mest fylgda konan á Instagram á undan Selínu. Ronaldo er svona yfir höfuð. Já, Instagram er yfir höfuð og svo er Ronaldo karlmenn. Kylie Jenner og Hailey Bieber hafa báðar mist mjög marga fylgjendur, sérstaklega Hailey. Hún er frænka Alec Baldwin, Selena... Það er ekki að koma, þannig að við höldum áfram. Mikið umræðinu undanfarnar viku verður að hún er núverandi eiginkona fyrrverandi kærasta Selenu. Virðist að leggja henni stafrænt einelti sem olli því að Selena tók sér stutt frí frá samfélagsmiðlum. Selena virðist þó að hafa jafnað sig og er mætt aftur á samfélagsmiðla og hefur látið hafa eftir sér að hún reyni nú að láta ekki svona á sig fá. Endur hún of upptekin. Þessa dagana leikur hún eitt af aðalhlutverkunum í sjónvarpsþætti sem segir frá ólíklegu samstarfi nágranna sem rannsaka glæpi saman. Þættirnir hafa notið mikilla vinsælda og þetta er ekki í fyrsta sinn sem hún hefur leikið í vinsælum þáttum. Frægðarsól Selenu byrjaði að rísa þegar hún lék í þáttum á Disney Channel sjónvarpsstöðinni sem fjölluðu göldróttan ungling og fjölskyldunar. Hvað heita þessir 2 vinsælu sjónvarpsþættir sem Selena Gomez hefur leikið aðalhlutverkið í? Og það FG. Þessi nýju heita Only Murderers in the Building og gamla heita Wizard of Waverly Place. Það er rétt svar.
þarna með toppaði ég hratt úr sko BLT-músinni yfir í þessa þætti sem ég hef aldrei séð. Þarna kynslóðabilið, held ég. Ég í BLT-músinni, þau í Selínu, sko. En þetta kom. Það komið að 12. bjöllspurningu og hér spurt dýrategund. Í Disneymyndinni Leitin á Dóru hitta Dóra, Marel og Nemo risadýr af þessari tegund í flaki gámaskips á hafsbotni. Dýrið sem rándýr reynir að fanga og éta þau en sem betur fer renna þau rándýrinu úr greipum. Í myndinni dýrið sjálflýsandi sem sumar tegundir dýrsins eru vissulega en óvíst hvort risafiskarnir og það MR. Ég ætla bara að segja þessi Lúsífer, heitir það eitthvað á íslensku annað? Þetta bara Lúsífer. Fiskur sem svona stöngul eitthvað sem lýsir í myrkrinu. Djöfulinn því eitthvað ljósberi. Jú, einmitt. Þetta ekki rétt svar. Nei. Við höldum áfram. En óvíst hvort risafiskarnir hafi þennan eiginleika. Margir borða þessi dýr, meðal annars mannfólk. Samheiti yfir rétti gerða úr þessari fisktegund calamari. Algengt að þekja þau með deigi og djúpsteikja og bera fram með sítrónu og ídífu. Dýrin hafa á íslensku verið nefnd höfuðfætlingar og halafiskar en eiga sér annað eftirminnilegra nafn. Dýrið hefur marga áhugaverða eiginleika. Það getur til dæmis skipt litum til að fela sig eða senda skilaboð og það sprautar bleki ef það áreitt. Þetta eru lindýr sem eru náskyld kolkröpum. En einn áberandi munur að þessi tegund hefur 2 langa fálmara auk 8 arma. Hvaða dýrategund þetta? Og það FG. Þetta smokkfiskur? Þetta eru smokkfiskar. Það eru nefnilega smokkfiskar. En við ætlum að fara í skemmtiatriði frá FG og hér það hún Lóa Kolbrún Friðriksdóttir sem ætlar að flytja okkur lagið October Sky. Gjörðu svo vel. Well, she's lit down the hall in her socks and he'll come outside. No, nothing's wrong. I just happen to have a surprise. So we fell through the door like the autumn leaves, and I wrestled my brother down to his knees, just to watch as a rocket shot into the October sky. There's a picture of us in a layer of dust on the mantle right by my cigarettes that I smoked since you left, 'cause you said you had to fly in your October sky. Na 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 na. Now I work in the city and I blend into the crowd. Since the towers came down. You could cut the pollution with a butter knife. You could work a bed too and then party all night. But I'm missing my mama, so I stand on the street and get high. There's a picture of us hidden in a on the mantle, right by my cigarettes that I smoked since you left, 'cause you said you had to fly
skemmtilegt og að gera árétta, hún heitir sannlega Lóa Kolbrá Friðriksdóttir. En það er komið að vísbendingarspurningunum. Við förum í fyrri vísbendinguna og í fyrstu vísbendingu og hér er spurt frumefni. Þessi menn, Alan Hodgkin og Andrew Huxley, Jens Skú og Roderick McKinnon og Peter Agri eru allir Nóbelsverðlaunahafar í efnafræði og tengist frumefni sem við spyrjum rannsóknum þeirra allra. Breski efnafræðingurinn Humphrey Davy er þekktur fyrir ýmislegt, meðal annars gaf hann dínítúrmónoxíði nafnið hláturgas, fann upp lampa sem gerði störf námuverkamanna öruggari og uppgötaði þó nokkur frumefni. Davy var á sínum tíma hálfgerð efnafræði rokkstjarna, hann hélt fyrirlestra sem voru vel sóttir og framkvæmdi tilraunir fyrir fullum sölum af áhugasömu fólki. Efnið sem við spyrjum er hvarfgjarnt og finnst því ekki óbundið í náttúrunni, en það er eitt af efnunum sem Davy einangraði með rafgreiningu, en hann var frumkvöðull á því sviði. Frumefnið sem við spyrjum var fyrsta efnið sem Davy einangraði, það gerði hann árið 1807. Sama ár einangraði hann einnig natrín. Hvert er frumefnið? Það er MR. Natrín, já, við segjum flúor. Það er ekki rétt svar. FG. Klór. Byrju? Klór. Það er ekki heldur rétt. Höldum áfram, förum í aðra vísbendingu. Eins og áður sagði finnst frumefnið ekki eitt og sér í náttúrunni en nóg er efnasambönd efnisins og þau geta verið býsna nytsamleg. Samband frumefnisins og klórs er notað sem áburður eða til að minnka natrínmagn í borðsalti. Samband efnisins við kolefni og súrefni er kallað pottaska og hefur frá fornu fari verið notað til að búa til gler, sápur og áburð. Nafnið vísar til þess að efnið var unnið úr viðarösku. Samband efnisins við vetni og súrefni hefur sömuleiðis verið notað í sápugerð. Efnasamband sem gjarnan er kallað, og það er MR. Já, við ætlum bara að setja þessi brennisteinn. Það er ekki rétt. Við höldum áfram. Sem gjarnan er kallað saltpétur er efnasamband þessa efnis, niturs og súrefnis. Saltpétur finnst í náttúrunni og var áður fyrr mikill iðnaður í kringum saltpétursnámur á Indlandi og er enn, þótt stór hluti saltpéturs sé í dag verksmiðjuframleiðslu. Saltpétur er notaður á margan hátt, til dæmis í áburð, kjötframleiðslu, í tannkrem, flugelda og byssupúður, svo eitthvað sé nefnt. Ef vetni er í stað efnisins sem við spyrjum í efnasambandinu, þá heitir það saltpétursýra. Efnið sem við spyrjum er nauðsynleg virkni frumna í öllum lífverum. Nauðsynlegt virkni frumna í öllum lífverum. Hvert er frumefnið? Það er FG. Kalín. Það er rétt svar. Þetta er kalín. Við veitum nú miklum tíma í að fá úr því skorið hvort við myndum nú gefa rétt fyrir potassium. Já, einmitt. Ráðfærðum okkur við efnafræðikennara. Já, það er betra að vera með þetta hreinu. Þegar maður veit aldrei hvort að þú lærir frumefnin á ensku. Já, ég til dæmis lærði efnafræði á ensku þegar ég var í menntaskóla. Já. En kalín, við þurftum ekki að fá úr þessu skorið. Við förum í seinni vísbendingarspurninguna og hér er fyrsta vísbending. Í fyrstu skrifum við, er ég ekki rétt stað? Jú. Í fyrstu skrifum landið er það kallað Tumasik eða Temasek og það er sagt frá og það er MR. Þetta er Singapúr. Þetta er Singapúr. Þar fóru 4 blaðsíður. 4 blaðsíður. Elsku Helga Margrét búin að grafa hérna upp allar staðreyndir sem til eru Singapúr. En það er svolítið gaman þegar þetta gerist. Hvar, Tumasik? Já. Ég er bara aðeins forvitin, sko, þegar, Já, þetta er hernaðarleitamál, má ekki gefa neitt upp. Alltaf þegar maður ætlar eitthvað að reyna að læra hvernig þið lærið, og þá bara lærir maður ekki neitt. En Tumasik er greinilega eitthvað sem maður á að læra. Já.
ég veit ekki hvort það sé ástæða til þess að birta eitthvað af myndunum sem við ætlum að birta. Þar voru nokkrar. Margar. Það átti eftir að tala flugfélagið auðvitað og formúluna og... Og þarna er nú flugvöllurinn sem nú eitt svo Já, flugvöllurinn, þetta var alltaf merkilegt dæmi. Og þarna sjáum við hana garðinn fræga. Akkurat, þetta er flott, Singapúr. Og formúlubrautin. En það er komið að þríþrautinni og svo fyrr, þá gefur hún 3 stig. Nú heyrum við 3 hljóðbrot og síðan verður spurningin borin upp. Við höfum fylgst að í gegnum árin, það gefur mér svo mikið að hitta þær. Vinkonurnar höfum hlegið og þerrað tárin, hver einasta þeirra er mér svo kær. Hjálpuðu mér í gegnum skilnaðinn, fóru með mig í bústaðinn. Minningar, horfið allt sem áður var, engu breyta aldrei var, því ég er ekki lengur þar. Stattu upp fyrir sjálfum þér, stattu upp fyrir sjálfum þér, stattu út að segja mér, vertu gefa mér allt sem ég óska mér. Allavega, þetta fyrsta var Kusto Fajó, veit þið hvað hljómsveitin heitir? Nei, Ólafía Hrönn Jónsdóttir. Já, þetta var, öll þessi lög voru í öðru sæti í Eurovision. Í söngvakeppni sjónvarpsins, þetta Kusto Fajó var 2019, síðan Dimma, það er hvað, 2020, líka í öðru sæti. Já, Stattu upp fyrir sjálfu þér var í öðru sæti líka og Pollapunk vann með þarna Burtu með fordóma. Burtu með fordóma. Burtu með fordóma, einmitt. Það var 2015. Blár ópal sem flytja. Já, einmitt. Ég var að segja hvað meir. Hvað heit lagið hjá Dimmu? Ég veit það ekki, þarna... Bara Dimma. Já, í ár. Já. Þetta er ekki rétt. Nei. Hér sáum við brot úr 3 lögum sem keppt hafa í söngvakeppninni án þess að fara með sigur af hólmi. Hvað nefnast flytjendur lagana 3 og hvert lagana var það eina sem ekki hafnaði í öðru sæti? Það er FG. Kusto Fajó. Nei, flytjendur. Já, ég segi að Kusto Fajó lendi ekki í öðru sæti. Já. Nei, ertu viss? Jú, nei. Já, Kusto Fajó lendi ekki í öðru sæti. Ólafía Hrönn og... Já, flytjendur. Hvað sagðir þau? Húsmæður? Já, bara húsmæður. Já, ok. Þetta er semst, og svo er þetta Dimma og Blár ópal. Og Dimma með Almyrkva. Þetta er ekki rétt heldur. Nei, ég hvað hérna heitir sko. Já, þetta var nálægt í. Já. En það voru, það vissulega Kusto Fajó sem hafnaði í 3. sæti. Já. En það var heimilistónar. En annars kom þetta allt saman í upptalningunni. Heimilistónar, Dimma og Blár ópal og heimilistónar endu í 3. sæti en ekki öðru sæti. Sem er í raun ótrúlegt en þannig var það nú. En við erum komið niðurstöðu í keppnina og það er MR sem fer með sigur á hólmi. Gettu betur. Til hamingju með farið með hann í hljómahöllina í Reykjanesbæ. Það voru gaman að sjá okkur þar. Sömuleiðis. Ég vona að þið fjölminnið öll í Reykjanesbæinn. FG, til hamingju með að koma svo langt og þið stóðu okkur frábærlega og takk fyrir samfylgdina. Takk fyrir góðan stuðning í sal. Já, En það sért á lokið hjá okkur í kvöld. Það var MR sem að tryggði sér sigur og er komið alla leið í hljómahöllina í Reykjanesbæ þar sem úrslitin verða 17. mars. Það kemur í ljós í næstu viku hverjir andstæðingar MR verða en þá mætast VAFA, þar segja Verkmenntaskóli Austurlands og FSU, Fjölbrautaskóli Suðurlands hér hjá okkur næsta föstudag. En við segjum svo lokið í kvöld. Verið sæl!